Góðan daginn og velkomin í þáttinn minn Stjórnmál með Bryndísi Haralds. Við erum nú reyndar á mánudegi núna, við erum að vera hér á fimmtudegi, við þurftum að gera smá breytingar hér í síðustu viku, svona í ljósi þess að kosningabarátta er á fullu hér í þessu húsi hjá Sjálfstæðisflokknum. En við höldum sérst áfram að fjalla málefni sem að mér finnst áhugaverð og að þessu sinni ætla ég að fjalla rusl. Það er að segja, ég veit að rusl er nú oft ekki mest spennandi umræðuefni, en ég hef fengið hingað til mín framkvæmdastjóra Sorpu, Jón Viggo Gunnarsson, og við ætlum aðeins að ræða hlutverk Sorpu, margumrædda gæju eða gas- og jarðgerðarstöð og svona svolítið hvernig við sjáum framtíðina fyrir okkur í endurvinnslu og leiðum til að losa okkur við sorpið okkar, og þá vil ég náttúrulega minna á að þetta er eitt af stærri verkefnum okkar varðandi losun koltvísýrings og hvernig við ætlum að ná markmiðum okkar samkvæmt Parísarsáttmálanum. Jón Viggo, velkomin til mín. Takk fyrir. Heyrðu, byrjum aðeins á því. Þú ert framkvæmdastjóri Sorpu, þú ert ekki búin að vera þar neitt mjög lengi. Það hefur nú verið svolítið stólaskipti þarna í þessu ágæta byggðasamlagi, ekki satt? Jú. Þannig að þú ert búin að vera síðan Áramót. Síðan áramót, ok. Tók við að Helga Þór sem kom tímabundi til að stýra fjárhagslegri endurskipulagningu á Sorpu. Já. Og kannski við byrjum að minna gesti á það sem að kannski allir vita ekki að Sorpa er byggðasamlag í eigu þessara sveitafélaga hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er að segja Reykjavíkur, Mosfellsbæ, Kópavogs, Garðabæ, Hafnarfjörður og Seltjarnarnes. Já. Og nú er það þannig að sveitafélögin sjá nú að taka sorpið fyrir utan dyrnar hjá mér. Já. Í langflestum tilfellum er það þjónusta sem er boðin út, þannig að það eru einkafyrirtæki sem að sinna því. En svo fer það sem var í tunnunni minni, eða tunnunum mínum, í Gufunes, ekki satt? Jú. Það fer í móttöku flokkun og stöðu Sorpu. Já. Það er stórt og mikið hús með mikið af vélbúnaði til að vinna þetta efni sem kemur frá heimilum á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er tvískipt, þetta er annars vegar endurvinnslu efni sem er þá sérstæðna plast og pappi. Og svo hins vegar þetta grátunni efni. Sögulega séð hefur Sorpa kallað þetta orkutunna, við köllum þetta gráutunnuna eða svörtutunnuna, en þar er lífræna í bland við allt annað sem okkur dettur í hug að henda, málma, gler, plast og pappi, því miður ratar ennþá og í miklu magni ofan í þessa tunnu. Já, því miður, vegna þess að söfnunarkerfin eru mismunandi, það er ekki alltaf ljóst hvernig á að flokka. Þegar fólk fer á milli sveitafélaga eða vinnustaði heimili, þá er þetta óljóst. Einmitt. Getur þú skýrt þetta aðeins fyrir okkur? Því að ég til dæmis bý í Mosfellsbæ og mér var kynnt það að nú var í Mosfellsbæ farin í eitthvað tilraunaverkefni fyrir það er nú svolítið orðið síðan, ásamt einhverju einu öðru sveitafélagi, var það Seltjarnarnes kannski? Já, Hafnarfjörður held ég. Já, að sem sagt ég safna plastinu mínu saman og ég set það í pokanum í svörtutunnuna. Já. Og þegar það kemur svo til ykkar í Gufunes að þá væri það blásið frá hinu sorpinu, þannig að þó að ég passa mig upp á að flokka mitt plast en ég setja samt í svörtutunna, það skilir sér engu að síður í endurvinnslu. Já, það er rétt. Það virkar svona. Það virkar svona, já. En af hverju virkar það ekki svona frá Kópavogi, Seltjarnarnes eða Reykjavíkurborg? Það er bara önnur kerfi við lýði, sko. Í Kópavogi þar eru þeir að safna plast og pappa saman í eina tunnu, svona endurvinnslutunnu. Og svo erum við gráatunni fyrir allt hitt. Í Reykjavík er þetta valkvæmt kerfi að hluta, þannig að þú getur verið með bara svörtutunnuna og tekið plast og pappa þangað, en síðan eru þeir umbuna fyrir það að taka inn plast og pappatunnu. Þannig að þetta er bara mjög ólík kerfi. Svo veit ég að fyrirtæki, þau gera samninga við þjónustu veitendur úrgangsstjórnunarkerfi og fá ráðgjöf frá þeim og þau eru kannski með annað kerfi. Þannig að við eigum því eitt af hlutverkum Sorpu er þetta fræðslu hlutverk, fræðslu skyldan. Já. Og við erum ofta að fá krakka á leikskólum inn til okkar og við erum að útskýra hvernig best er að flokka. Þau klóra sér í hausnum og segja, byrju, þetta er ekki svona í leikskólum okkar, sko. Því það er keypt eitthvað annað kerfi frá. Já. Þannig að fræðslustarf er ómarkvisst, þannig að við erum ekki að ná árangur og auka endurvinnslu hlutfall, vegna þess að stór hluti af því að ná endurvinnslu hlutfalli upp er fræðslustarf. Já. En ég meina, nú segir bara, hvað rugl er þetta? Akkur er ekki löngu búin að laga þetta? Ég held að, já. Og spyr ég pólitíkur sem þig embættismanninn. Já, ég held að skorti ekki upp á pólitískan vilja að ná árangri í endurvinnslu. Ég held að allir séu með einhverjar svona hugmyndir það og allir vilja það. En þetta er bara, menn er ekki að sammála leiðirnar. Þannig að það þarf að ná samtali það. Já. Ég
kasta rýrð á fyrir stjórnendur Sorpu, þá held ég að Sorpa hafi ekki alveg verið nógu mikið í leitu á hlutverkinu þarna að reyna að leiða saman þessu ólíku sjónarmið með það að markmið að ná fram þessu samræmingu. Því ef maður horfir á virðiskeðuna heildsinni, þá eitthvað sem gerist í upphafi við dyrnar heimahæðir. Það er alls konar kerfi í gangi, síðan kemur þetta meira að minna inn í móttöku flokkunarstöðuna. Við höfum verið að fjárfesta í búnaði til að takast á við mörg ólík kerfi. Þannig að það er offjárfesting hjá okkur í rauninni til að díla við þetta kerfi. Þannig við teljum að við þurfum að ná fram kerfisbreytingu með að samræma þetta af höfuðborgarsvæðinu og stofnuðum til samtals við sveitarfélögin í fyrra og það er mikill áhugi og vilji hjá sveitarfélögum að samræma þetta og fara í sérsöfnun á plast og pappa og lífrænu við dyrnar hjá heimilinu. En sko, nú var ég lengi í sveitarstjórn og ég man eftir því að það hafi verið rifist þessi mál bara frá því að ég steig þarna fyrst fæti inn. Og ég man eftir alls konar hugmyndum sem að ég held ég hvað við lengst við vorum komin með þegar var verið að tala gas- og jarðgerastöð, þá var líka verið að tala svona ákveðna litaflokkun, þannig að við værum með litaða plastpoka heima hjá okkur og þetta geti þá allt farið í eina tunnu, allt snýst þetta í rauninni það að við teljum svo erfitt að breyta fyrirkomulagi þannig við hús að það sé alls staðar hægt að hafa 4 tunnur, þannig að þess vegna var verið að reyna að finna einfaldari lausn út frá fjölbílum og bara aðstæður eru þannig á lóðum hjá fólki að það hafa ekki allir tök á því að hafa það mun stærra. Þetta var búið fyrir einhverja kosningar, þá veit ég að svo ákvað meiri hlutinn þáverandi í Reykjavík segja nei, þetta gengur ekki og þá var farið aftur á stað og aftur, þannig að ég hef nú reyndar sagt það eftir ég kom á þinga, þetta er eitt af þeim verkefnum sem ég finnst ætti bara hreinlega að taka frá sveitarfélögunum og færa yfir til ríkisins og vera með eina ríkisleið, þó að ég tala nú ekki almennt fyrir miðstýringu, þá held ég að í þessu tilfelli ef við erum að horfa á landið allt og við erum að horfa á það hvernig við ætlum að losa okkur við Sorpu, þá þurfum við með einfaldar, skýrar leiðir. Og við í rauninni kannski erum búin að nálgast aðeins með lagasetningu það hvernig eigi að hirða þá eða hvernig eigi að safna saman Sorpi. Já, það voru gerðar breytingar á lögum, nr. 55/2003 núna í sumar úrgangsmeðhöndlun og það er rauninni verið að setja inn lög skyldu til að sérsafna lífrænu, plast og pappa við dyrnar. En við gerum okkur fulla grein fyrir því að það er erfitt kannski í einhverjum útvarslum að ná því markmiði, þannig að við erum að skoða hvernig til dæmis eins og í samræmingu vinninu sem er höfuðborgarsvæðinu, þá erum við að skoða hvernig grendagámar og djúpgámar og endurvinnslustöðvar geta unnið saman með svona kerfi til að ná þessu markmiðum. En í sambandi við þessar laga umgjörð þá var það held ég það sem þurfti til að ýta þessu máli aðeins lengra. Ég held að það eru nokkru þættir sem þurfa að ganga upp ef við ætlum að ná okkur kerfisbreytingu. Þetta er náttúrulega pólitísku vilji, það er náttúrulega þeir sem eru í pólitíkinu þurfa að vera með eitthvað sína hvernig þeir ætla að gera þetta. Akkurat. En það þarf að komast yfir í einhver lagabreytingar. Það er einhver lög sem segja hvernig það á að vera og þá myndast einhver rammi. En síðan er ofta tíðum eitt sem vantar, það eru innviðir. Fjárfestingar í innviðum. Og þá farvegi fyrir. Já. Og þarna komum kannski spurningar sem þú ert að velta fyrir. Eiga sveitarfélögin að fjárfesta í öllum sem innviðum eða er það eitthvað sameiginlegt verkefni sveitarfélaga og ríkisins að gera það? Og við stöndum frammi fyrir þessari spurningu nú þegar með sorpbrennsluna. Við erum með á teikniborðinu að búa til sorpbrennslu sem getur brennt 80-140.000 tonn af brennanlegum úrgangi. En býtu, er Sorpa með það á dagskránni? Ertu ekki að tala um okkur sem land? Við bara þurfum á því að halda. Já, við sem land og Sorpa er náttúrulega stærsti umsýsluaðili með Sorpi, þannig að við erum stór þáttakandi í því verkefni og ég leiði verkefnastjórnina. Við fengum Helga Þór til að verkefnastýra þessu og það er svona fýsileikakönnun í gangi. Þetta er bara til að ávarpa stærðir og magn og þess aftar. En við sjáum fram á það að þetta verkefni verður aldrei nema með myndarlegri aðkomi ríkisins og innviða fjárfesta. Þetta er bara innviði sem landið þarf að hafa. Ef við horfum á hvernig lönd eða borgir sem eru svipað stórar á Ísland, þá eru þau í þessari vegferð, þau eru fjárfesta í þessari tæknibúnaði með aðkomi ríkisins til að við náum þessum árangri með endurvinnslu markmiðin í huga. Já. En eitt er eins og ég nefndi leið til að ná markmiðum okkar í Parísar sáttmálum og það er í rauninni ef ég skildi þetta rétt þá vorum við í rauninni komið einhverja vorum í rauninni að sækjast eftir því að urða lengur heldur en reglugerð gerir ráð fyrir, ekki satt? Nei, í rauninni það er það öfugt. Við ákveðum að hætta fyrr
að urða heldur en við, steðu horfur á sko reglugerð frá umhverfisráðherra nefnir hættum að urða lífrænt 2025. Já. Við ætlum að hætta fyrr, við erum bara hætti núna því við erum búin að setja gæja á stað. Já. Ég held að það í lögunum einhver ákvæðum það að það verði ekki meiri 9% af úrgangi sem fari í urðun 2030. Þannig að við þurfum stöðugt að trappa niður urðunina, en það alltaf eitthvað sem fer í urðun því miður. Við náum aldrei að fullkomna þetta kerfi okkar. En sem Mosfellingur þá það náttúrulega verið mikið baráttumál fyrir okkar Mosfellinga að hætta urðun og lífrænum úrgangi. Já. Það að segja hætta öllu sem að getur með einhverjum hætti skapað lykt. Já. En þá erum við kannski aðeins komin inn í þetta sko með Gæju. Mér langar samt líka að ræða þetta með brennslustöðuna eftir. Gæja sem sagt gas- og jarðgerastöð. Það hefur ýmislegt farið úrskeiðis við þessa, hvað ég var að segja, ákvarðanatöku og framkvæmd alla. Því miður. Já. Hvað það helst? Ég held að sé fyrst og fremst framkvæmdin. Eða þetta staða sem var uppi að það þurfti að leysa við þurftum að ná að gasgera lífrænan úrgang og jarðgeran. Ég þekki ekki forsöguna fullkomlega en menn fór í svona blandað útboð, bæði sko hönnun og byggingu samtímis sem ekki góð hugmynd. Þau voru ekki alveg með að reyna hvað það ætlar að gera, þá hleypur það kostnaðinum upp og hún fór 50% fram úr áætlun. En það fyrst og fremst á þessum mannvirkjum sjálfum, steypunni og þakinu og þessum framkvæmdu sem urðu í kringum jarðgerastöðina sjálfa. Búnaðurinn sem var keyptur frá Icahn í Danmörku var tiltölulega lítill hluti af heildarfjárfestingunni. En nú bara veltir maður fyrir sér, þú veist, hversu erfitt að áætla kostnað við sko einhver hús og veggi og eitthvað. Já, það ekki eitthvað sem sveitarfélögin að gera mjög reglulega og Jú. Í þessu tilviki þá var að sorpu á í messunni, klálega. Já. Okay. Það auðvitað mjög miður, en sko, mér finnst líka svolítið umræðan svona í tengslu við þetta hafa snúist það að við hefum átt að gera eitthvað annað eða gert eitthvað öðruvísi eða jafnvel ekki gera neitt. Nú minnist ég þess þegar ég satt í sveitarstjórn og það var verið að tala fyrir sko Gæju eða þessari leið að fara í gas- og jarðgerastöð að þá var svona, sko, það var næstum eins og væri ykkur bara hræðsla með að treysta fólki fyrir að flokka nægjanlega vel. Og þess vegna væri verið að horfa á einhverja lausn sem gæti tekið á móti svona, ekkert rosalega vel flokkuðum úrgangi. Það góð teóría. Já, það ágætis teóría, hugsa maður þegar maður heyrir það, það var gott að ég er rosa duglega að þrífa allt plastið mitt og svo kemur nágrann og hann hendir í öllu ónýttu og þá verður þetta ónýtt sko, eða eins og þú segir enn sé fólk að setja pappír og plast og svona í svörtu tunnuna, óflokkað. En þetta kannski samt ekkert að virka eða? Ekki nægilega vel. Þetta kerfi sem, sko, það var ákveðið að byggja gas- og jarðgerastöð í óbreyttu kerfi, þar sem við erum með þetta grátunni system og vélflokkun í Gufunesi. Það var reyndar ekki búin að taka eina ákvörðun það að fara að samræma og þessi lög sem breyttust í sumar voru ekki komið inn í virkni sérsöfnun á lífrænu. En við sjáum það þegar við förum að keyra upp gas- og jarðgerastöðuna og fáum hráefni frá Gufunesi að það bara gengur ekkert upp, sko. Við náum ekkert að reynsa þetta nægilega vel til að búa til moltu sem gjaldgeng á markanum. Og hugmyndin sem var uppi í Sorpu var að búa til gæða moltu sem eru þá í samstarfi við landgræðsluna og skógræktarfélögin og aðra sem hafa áhuga notuð í einhvers konar landgræðsluverkefni eða skógræktarverkefni. Þetta er náttúrulega góð næring. En við sjáum líka að gæðina moltun sem við fáum út bara mjög fín, sko, næringarlega séð. Þetta bara mjög fín molta og með fullt af næringarefnum, en því miður alltaf mikið plasti og gleri í henni, það kom einhverja óvart reynda með glerið, en það verðist einhvern veginn sem steinurinn sigla með í allt vinnsluferlið. Þannig að, jú, þessi hugmynd, þessi teóri að þetta myndi ganga upp, það verðist ekki hafa raungerst. Og það er ekki hægt að, einhvern tímann heyrði ég tala það að væri hægt að leita leiða með að sigta frá einmitt plast og gler ef það færi? Jú, en þú sko, við erum að tala plast sem 2 mm eða minna, sko. Það fyrir alltaf í gegnum og þá spurning hvaða mörgskostærinn er stór, sko. Akkurat. Og þá ertu komin í örplastumræðina, sko. Já, einmitt. Þannig að það er ekki að fara að dreifa örplastmoltu land allt. Nei, ég held að það sé ekki ábyrgt að gera það, sko. Og Landgræðslan og skógræktarfélögin hafa gríðarlegan áhuga á moltinu, þetta er mikið magn og þetta er gott efni, mikið næringarefni, en þau segja bara það er ekki séns að við þurfum að dreifa þessu landið, sko. Veitu, hvað það að gera núna?
Við erum að gasgerðin virkar, við náum þessum loftslagsmarkmiðum eða hlutum sem við settum fram, það náum við með gas í aðgerðastöðinni, gasmagnið, við náum óvirkjana úrgang. Þannig að þið eru að framleiða metan eins og var svo sem gert áður úr ruslahaugunum okkar, en er hún eitthvað hreinni eða betri? Já, hún er betri sko, við erum að ná svona 55% metan innihaldi úr haugnum sko, eða úr urðunarstaðnum. Þetta er fyrir alveg 65 í Gaia sko. Og erum við með leiðir til að nýta svo metanið? Já, við höfum mikið áhuga að nýta metanið og sko, það er mikill áhuga hjá iðnaðarferlum að nota metan í staðinn fyrir própangas eða dísilolíu. Já, ég veit Malbikunarstöð ykkur sem vil nota metanið. Já, við erum bara að leggja loka hönd á samning þar, endanlega samning um það. Þetta er töluleg fjárfesting fyrir báða aðila, sko, þannig við þurfum að finna út hvað er best að gera. Og svo tega kaffi sem er náttúrulega smerri aðili og svo er Veitu, og hvernig nota þeir metan við vinnsluna? Já, þeir eru bara að brenna kaffi. Já, með metani? Metani, sem er bara mjög gott, sko. Okay. Og umhverfisvænt og það er maður finnur hjá þessum fyrirtækjum að það er mikill áhuga á svona losa sig við þetta jarðefnaeldsneyti. En á sama skapi finnum maður gríðarlegan áhuga á fyrirtækjum að fara í orkuskipti á flutningabílum og svona sendibílum. Það veist ekki að hafa verið mikið á lausnum þar. Nei. Og þá eru menn að horfa mikið til að vökva gera gasið þannig að verði auðveldari í geymslu og flutningi. Já. Og þarna komum við svolítið að þessum veika hlekki með metani að dreifingin á metani er bara hreint og satt léleg og erfið á höfuðborgarsvæðinu og alls ekkert út á landi sko. Það eru á Akureyri metanstöð. Þannig að við höfum trú á því að við náum að þróa þetta áfram og við erum í samstarfi við svissneska aðila sem áhuga að kaupa allt metan af okkur og vökva gera það og flytja það til Sviss ef við ætlum ekki að nota það sko. Ok, þannig væri við þá komin í orku útflutning bara á metan úr ruslahaugunum okkar. Já, sem er alltaf synd og skömm að því við ættum að nota það hérna, því orkuskiptin í framtíðan er náttúrulega að við finnum lokal lausnir. Já. Við erum að nýta það sem er til, meðal annars lífrænan úrgang og orkun úr honum, í bland við þá vetni eða rafeldsneyti svo allir eru að tala um. Já. En er það ekki rétt skilja mér að við erum ekkert rosalega umhverfisvæn og við erum ekkert að draga rosalega mikið úr útblæstri ef að við náum bara að vinna metanið úr haugnum, þar að segja látum það ekki gufa upp ef við svo erum ekki að nota þetta metan. Jú, við verðum að ná metaninu, það er bara hluta starfsleyfis skildum okkar að ná metaninu og brenna það. Það er náttúrulega miklu minni áhrif að brenna þetta með haugas eða metanið heldur en að láta það bara sleppa, því að metan er 20-25 sinnum skaðlegri gróðurhúsalofttegund heldur en koltvísýringur. Þannig að það er algjör skilyrði og við náum ekki öllu úr haugnum, það er bara ekki hægt sko. En með því að byggja Gæju þá náum við nánast öllu metaninu úr þessu lífræna orku sem er myndast, náum við henni í gegnum þessu vinnsluferla í gas- og aðgerðastöðinni. En loftslagslega séð er þetta gríðalegt stökk og ef eitthvað tekst vel til og við hættum urða á sama tíma, þá náum við alltaf 80-90.000 tonnum tilbaka, minkum útblásturinn. Og urðun er núna 230.000 tonn eða meðhællum úrgangs skilar 230.000 tonnum af koltvísýringi á ársbasis í þessu kolefnisbókhaldi okkar. Þannig að ef við náum þessu þá erum við strax búin að Þannig að þá erum við að ná þessum miklu árangri sem við stemt að þar. En síðan ef við með nota metanið þá færðu ennþá meiri áhrif. Já, ef þú ert þá að spara brennslu á jarðefniseldsneyti í staðinn. Já. En sko, þannig að ertu að segja mér að þetta sé nú þrátt fyrir slakar áætlanir að þá er þessi stöð komin upp, hún er að virka, þannig að hún... Stórleiti, já. Já, á stórleiti. Fyrir utan moltuna. Fyrir utan moltuna, þetta er ekki alveg fullkomið. Og þið ætlið að vinna það betur með því að fá okkur til að flokka meira. Já. Og þá ætti þetta svona keyra nokkurn veginn eins og ráða fyrir gert, með svona 50% meiri kostnaði og svoleiðis, og svona svolítið meiri tímaplani. Já. Þannig að hvenær hættum við þá verða? 2023, lokaárs. Lokaárs 2023. Það er eigendasamkomulag til staðar það. Við erum á fulla að reyna að finna efni sem verður að fara í urðun, það bara kemst ekkert annan stað. Við erum núna á vettvangi Suðvesturlands, sorpsamlega á Suðvesturlandi, erum núna að tala saman hvernig við getum unnið saman
En það samtalið náttúrulega búin að eiga sér stað sko í áratug, ef ekki lengur. Já, en það þýðir ekki að gefa stöð sko. Nei. Og við erum náttúrulega komið með alveg gríðarlega sterka innviði sem er gas- og jarðgerðarstöðin sem nýtist fleirum. Já. Og við viljum fara í skiptisamninga við önnur sveitafélög og safnsamleg að þau tæki úrgang sem fer í urðun venjulega, en við fáum tilbaka efni frá þeim, lífrænt efni sem við getum notað í gas- og jarðgerð. Þá erum við komið kannski að næsta sem ég langaði að spyrja og það er kannski ástæða fyrir það að ég hef svolítið talað um það að það þurfa að hafa heildstæða myndi við landið allt. Sko nú berast fréttir frá því að einhver sveitafélög séu hreinlega bara flytja sorpið sitt út, bara óflokkað, út þá væntanlega í brennslu erlendis. Já, og maður velti fyrir sér sko hvernig er hægt að reikna kolefnissporin á bak við þetta að þetta getur með einhverjum hætti verið skynsamlegt að flytja út úr usl. Ef það er þar að segja hægt að vinna það hér. Og þú segir það er umframgeta í Gæju. Já, sko þetta er náttúrulega brennanlegt rusl sem er verið að flytja út og við, vegna þess að við þurfum að hætta að urða 23 og þá erum við undirbúið útflutning á 40-50.000 tonnum af brennanlegum úrgangi líka. Við erum bara nauðbeygð til að gera það. Nú skaltu útskrifa, og hvað meinar með brennanlegum úrgangi? Það er plast og pappi sem er bara skítur í gráðatunnu, við náum ekki að endurvinna. Það er textíl, til dæmis, mikið af skóm og alls konar fötum sem koma í gráðatunnuna. Við náum ekki að vinna það betur en þetta. Og þetta er stór hluti af því sem fyrir honi í jörðu núna eftir að við hættum að vera lífrænt. Það er það sem við erum að glíma við þannig í Bjálsnesi. Og þannig þú ekki að nefna það sem ég held að væri stóra máli við brennslu var eins og sláturútgang og annað þess að sem ætti ekki urða eða frá lyfjaiðnaði eða einhverju slíku. Við erum með brennslu í Helguvík sem er að brenna sjúkrahúsúrgangi frá flugstöðinni sem er skilgreindur sem hættulegur. Af einhverjum skrýtnum ástæðum. Já, það er að saga. Og svo dýraleifar og annað. Síðan eru til færanlegir brennsluofnar víða landið, en þeir taka ekki á stórum vanda eins og núna riðsmitið í Skagafirði. Þeir litlu brennsluofnar ráða ekkert við það. Það þarf miklu stærri brennslu, sko. Já. En svona þjóðabrennsla sem við erum að tala hún gæti klálega tekið við einhverjum 10-15 tonnum af svona úrgangi sem þurfti að brenna. Við höfum enga aðra leið en að brenna. Já. En við erum sem sagt, og það hefur legið fyrir lengi að við þurfum að minnstakosti eina öfluga brennslu hér á landi, eða ekki? Jú. Og við þurfum öfluga gas- og jarðgerðarstöð og við þurfum urðunarstað. Já. Þetta er þessi innviði sem við þurfum að hafa. Já. Og það hefur lent á Sorpu að byggja gas- og jarðgerðarhlutann og maður finnur það að eigendur, sveitarfélögin er ekkert sérstaklega ánað með áhættuna af því að fylgir því að byggja upp þessa innviði. Þú ert í rauninni velta áhættuna yfir á sveitarsjóðuna og borgarsjóð, sko. Þetta er ekki þægileg staða, sérstaklega ekki fyrir stjórn Sorpu að vera að standa ykkur miklum innviðuppbyggingu og það lendir alltaf á þessum sveitarsjóðum. Það þyrfti að vera einhvers konar innviðasjóður eða lífeyrissjóðarnir eða ríki eða eitthvað sem kæmi að þessu, náttúrulega í samtali við sveitarfélögin til að byggja upp þessu innviði sem við þurfum að hafa. En þetta er bara svo sem innviða umræðin á Íslandi er alltaf þannig. Þetta er vegagerðin líka, þetta er orkuskiptin, hvernig það er að vera búa til þessu innviði sem er En sko þú nefndi nefnilega innviða fjárfesta. Sko, getum við ekki séð einkaframtaki koma með einhverjum hætti meira inn í þetta hringrásarhagkerfi? Ég til að mynda hér verið með framkvæmdastjóra sko endurvinnslustöð í plasti sem er staðsett í Hveragerði og það sem við vorum að ræða þessi mál. Og ef ég best veit þá eru það enn bara að vinna úr heyrúlluplasti en hafa vilja og getu til að prófa sig áfram með frekari endurvinnslu. Hvað er að gerast í þessu? Ég meina, er Sorpa kannski með einhverjum hætti að hefta þetta? Að einkaaðilar fari inn á þennan markað og prófi sig áfram í stað þess að við séum að flytja þetta allt saman erlendis? Já, hugsanlega er Sorpa í yfirburðastöðu með ýmsa efnisstrauma. En það sem við höfum verið að gera að undanförnu er að reyna að efla þetta samtal við aðilega eins og Pure North í Hveragerði. Við erum tilbúin til að fara í sérverkefni og hjálpa þeim. Við erum fengum fyrirtæki sem heitir Loftkastalinn sem er að safna svona fröðplasti og fara að gera eitthvað með það. Já. Við erum að sérsafna því núna fyrir þá til að þeir fá efni við í rannsóknarverkefni sem þeir eru að fara í, sko. En magni sem Sorpa er að glíma við er svo gigantískt, sko. Og það eru alltof marga tegundir af plasti sem er að fara á sama stað, þannig að svo erfitt að
að tína plastið úr sem þú vilt fá. Já. Þannig að það er til tækni reyndar sem dæmum inn við. Það er til tækni til að taka plastið og greina það og flokka það sko, plastið, en við gerum það í Svíþjóð. Við erum með samningu fyrirtæki sem heitir Stena, þar sem við flytjum allt endurvinnsluplastið sem kemur saman, flytjum það til Svíþjóðar, þar er það greint og flokkað betur og svo fáum við skýrslur um það hvað fer í endurvinnslu og hvað fer hreinlega bara í brennslu sko. Okay. Þannig við erum óbeitt að gera það, en það væri frábært ef við næðum að byggja upp endurvinnslu iðna á Íslandi. Já. Og ég sé fyrir mér að Sorpa drægi sér tilbaka í þessari virðiskeiðu. Við erum búin að tegja okkur aðeins í langt í henni. Já. Við erum búin að búa til gas- og jarðgerastöð sem er svona fullvinnsla á efni. Við erum með gashreinsustöð. Núna ykkur kröfur um það við vökvagerum metanið sem er þá ennþá lengra í virðiskeiðunni. Þannig að við erum rosalega teygt fyrirtæki. Já. Ég er miklu frekar að Sorpa einbeiti sér að þessari móttöku og flokkun og vinni svo með sveitarfélögum og öllum sveitarfélögum landinu að reyna að ná fram betri söfnun heima við. Og leyfa þá einkaaðilunum að láta hitt eftir í virðiskeiðunni framleiðsluna. Miklu frekar sko. Það er kannski opnast þá tækifæri fyrir fjármagn að koma inn og snjalla lausnir sko. Akkurat. En þú nefnir þetta, þið eru að flytja út plast og plast og pappa. Plast og pappa. Ég meina allt sem við erum að hafa fyrir að flokka heima hjá okkur í þessu, það fer allt erlendis. En vitum við að það fari pottþétt í endurvinnslu og að það fari í svona, hvað ég var að segja, ábyrga endurvinnslu strauma? Já. Þú nefndir þetta með skýrsluna, það sem er ég að forutnast eftir, og það sem ég eru auðvitað falast eftir hér, að hér hafa gengið sögur og við sjáum hér sko íslensk skipafyrirtæki losa sig við skip sem að enda einhvers staðar í Asíu við hræðilegar aðstæður. Það er talað um allt plasti sem að finnst á bökkunum í Asíu sem hafi verið ferja frá Evrópu. Þannig ég velti fyrir mig hversu ábyrg eru við í því að vita og að þetta sé að fara í þessa öruggu strauma? Við erum nokkuð vissum það. Við erum vissum það. Við erum búin að, það er búið að greina þetta, við erum í stöðugum samskipti við Stena og svo er þeir með endurvinnslu aðila sem við fáum upplýsingar frá líka. Já. Við erum reglulega fyrir við út og fylgjum þessum straumum. Reyndar fórum við ekki fyrra út af COVID en við erum að skipuleggja ferð núna þar sem við erum að fara að skoða þetta bara alveg í kjölinn og það hefur verið gert áður. Já. En það er því miður mikið af svona milliliðum á markaði, svona brókerum sem eru tilbúin til að taka plastið að þér á alveg ótrúlega góðu verði, sko. Já. Því miður þá er endurvinnslu farveginni sem þessi aðilega bjóð upp á kannski svona í besta falli vafasamir, sko. Já. Og það er bara eins og með úrgangsmál, þetta er fullt af peningum, þetta er yfirleitt óbyrgir peningar sem menn eru að sýsla með. Akkurat. Og það er alltaf einhverju tilbúin til að veita sér afslátt, því miður. Já. Og þannig að það er dæmi um það. Og ég er viss um það eitthvað að plasti sem fer frá Íslandi, það fer farvegi sem við erum ekki stolt af. Já. En ég get alveg fullir að plasti sem kemur til Sorpu, það er í... Ok, það eru með eftirlit með því að það fari í þannig farvegi. Já. En þegar við erum að flokka plasti, þetta er svona svolítið umræðastundum, hversu vel maður flokkar plastið, eða hversu vel maður þrífur plastið. Já. Það er eitt, þannig að ef ég er til dæmis að standa mig rosa illa, frekar að segja það, og nágranninn minn rosa vel. Já. Þetta hefur væntanlega mikil áhrif á það þegar þetta kemur allt saman, hversu virði plastið er. Já, það hefur gríðilega áhrif, sko. Já. Við sjáum til dæmis plastið sem kemur í grendargáma kerfið, það er yfirleitt mjög hreint. Já. Fólki greinlega þá í ykkur framkvæmdum og það er ekki skítutbeint per se, sko. Já. Við náum alveg 50-60% endurvinnslu hlutfall á því plasti. Já. Meðan við náum ekki með kannski 20-30% endurvinnslu hlutfall af plastinu sem fer í plasttunnuna. Já. Eða er blásið frá. Eða blásið frá, sko. Og það þýðir þá að restin fer í brennslu. Já. En þú nefndir áðan líka, ef við kannski endum á þessu, sko fjöldi plasttegunda. Sem eru rosa flókið og fyrir mann bara sem þú veist íbúa á þessu landi, maður lítur stundum á umbúðirnar og maður veit ekkert hvar maður á að flokka þetta sko. Best er auðvitað þegar framleiðendur eru bara svo klókir að setja góðan stimpil á það í hvaða farveg á að fara. Getum við ekki einhvern veginn breytt þessu? Er ekki eitthvað vinna í gangi að vinna með matvælaframleiðendum að því að þeir noti þó umbúðir sem að við höfum skýran farveg fyrir? Jú, sko við erum með fyrirbæri sem heitir úrvinnslusjóður sem á að setja svolítið línunar þar og
og það ætti þá að virka, þetta er svona hálfgeitt hvatakerfi að hvetja þá framleiðendur, þetta er svona framleiðenda ábyrgð, velja sér plasttegundir sem eru þá bara betur hæfa til endurvinnslu heldur en aðrar. Ég held að það þurfi aðeins að endurskoða það og auka skilvirkni þess kerfis. Við höfum því miður komin í þá stöðu að það er alltaf mikið af svona einhverjum svona hýbrid plasti, sko, svona eitthvað sem er ekki plast, samt plast, það brotnar niður en er samt plast en brotnar niður á 10 árum, ekki 100 árum, sko. Þetta er svona, við erum alls konar að fá nýjar tegundir inn í þetta og fólk sem neytendur eru ekki klárir á því hvert þetta á að fara. Akkurat. En við finnum það að þetta plast sem eða fer í plastströyminn okkar, sérsafnaða plastið, það gengisfellur farmið sem við sendum. Það er ekki hægt að gera við þetta. Þetta er rauninni bara þá verður plastið sjálfkrafa bara brennsluefni. Af því að þetta er ekki plast sem hægt að endurvinna. Þannig að við sem neytendur þurfum næstu að fá háskólagreiðu þegar hvernig við eigum að flokka umbúðirnar. En auðveldara væru þetta að þeir sem að framleiða þetta væru með skýrari skilaboð það hvernig ætti að farga. Ég held að það er hluti á lausninni. Framleiðendur, neytendur, við heimahák, hvernig við höfum okkur, hvað Sorpa gerir. Það skiptir allt mál upp og endurvinnslu hlutfalli og hvað verður með þetta efni. En núna í svona regluverka farganum okkar, þá erum við með ýmsa regluverkir matvæli, það þarf að merkja með innihaldi, næringarinnihaldi og öllu þessu og upprunalandi og ýmsu, en við erum ekki með neitt um næsta skref. Þannig að það var kannski næsta skref til að bæta við í reglugerðina að skylda framleiðendur til að láta okkur vita í hvaða farvegi við ættum að setja umbúðirnar. Já, það er lausn. Já. Heyrðu, takk fyrir þetta, hefur verið fróðlegt, en kannski fyrst og fremst finnst mér þetta vekja upp meiri spurningar hjá mér og eflaust mörgum sem eru að horfa. En góðu fréttirnar eru allavega þær, er það ekki? Að Gaia er svona næstu því farin að virka og mun vonandi á næstunni bara alveg virka. Já, og gríðarlega mikilvægir innviðir til að takast á við loftslagsmarkmiðin og að það hætti að urða. Ef við værum ekki með gas- og jarðgerðarstöðina þá værum við bara ekki með neitt í höndunum, sko. Nei. Þannig það er mikilvægt skref, mikilvægt að muna það. Þó þetta hefur verið dýrt og ýmsir vankantar á framkantinni. Já, sem við þurfum þá að sjá til þess að muni ekki endurtaka sig. Já, við tökum þetta mjög alvarlega og þess vegna erum við að stýra til þessu sorpbrennsluverkefni og allt annan hátt, sko. Þetta verður ekki sorpuverkefni, þetta verður innviðaverkefni í landsins, sko. Við erum í samtali við Samband íslenskra sveitarfélaga, ráðuneytin og sveitarfélögin og sorpsamlegin hérna í kring, þannig að þetta er allt öðruvísi verkefni heldur nokkuð tímann gas- og jarðgerðarstöðin, en ég heyri þá sögu eitt tímann að menn hefðu ætlað að búa til gas- og jarðgerðarstöð sem innviði fyrir allt landið. Já. En svo fórum menn að hefla af, menn bara dutta úr skaftinu með tíð og tíma og eftir stóð bara Sorpa með þetta verkefni, sko. Já, akkurat. Þannig við erum að tryggja það að sorpbrennslan fari ekki sama stað. Heyrðu, takk kærlega fyrir þetta, Jón Viggo, og þetta var mjög fróðlegt. Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Þakka ykkur fyrir sem áhorfðu. Ég vona að þið hafi fræðst eitthvað örlítið meira endurvinnslu og þetta flækjustig sem þarna er. En þetta þarf nú samt ekki að vera alveg svona flókið. Það er alveg hægt að leggja sitt af mörkum með því að flokka og við höfum auðvitað hægt að henda plasti og pappír í svörtu tunna nema þá það sé í sérstökum pókum sem að verða þá blásið frá. Þannig ég hvet okkur öll til að leggja allavega okkar á mörkum til þess að það sé hægt að klára þessa farvegi betur. En ég ætla að vera hér aftur á fimmtudaginn. Sjáumst þá. Takk fyrir mig.